Jaha, komið öll sæl og góðan daginn. Bárumjöll heiti ég og ég starfa sem mannauðsstjóri hjá Samskipum og ég þakka Ingrid kærlega fyrir góða kynningu. Ég er ekki ennþá búin að ákveða mig hvað ég ætla að verða þegar ég verð stór. Ég er ekkert orðin það stór ennþá, á vonandi eitthvað eftir í það. En við hérna, það er okkur mikill heiður að fá að taka þátt í þessum umræðum hér í dag um fjölbreytni á vinnustöðum. Og ég vildi bara fá að byrja á því að segja ykkur aðeins frá Samskipum og fyrirtækinu sem ég vinn fyrir. Samskip eru rekin undir fjölmörgum vörumerkjum allan heim og þau eru helst þessi sem að sjá má hér upp á skjánum. Samskip Van Dieren, Samskip Logistics, Fricocare, Landflutningar Samskip, Jónar Transport. Allt eru þetta fyrirtæki og vörumerki Samskipa. Við bjóðum upp á fjölbreyttar lausnir í flutningum og við erum í flutningum víða heim og við bjóðum upp á heildræna flutningatengda þjónustu á Íslandi og í Færeyjum. Við erum með skip í siglingum, við notumst við fljótapramma, lestir út heim og flutningabíla hér á Íslandi svo að fátt eitt sé upp talið. Hlutverk Samskipa, við erum alþjóðlegt félag í alþjóða og alhliða flutningastarfsemi út allan heim. Við erum með gámaflutningakerfi í Evrópu þar sem við notum eins og ég sagði áðan skip, lestir, pramma, bíla til að flytja vörurnar. Við erum í frystivöruflutningum og flutningsmiðlun allan heim. Við tökum að okkur stórflutninga og sérverkefni því tengt. Við veitum alhliða flutningaþjónustu til og frá Íslandi sem og innanlands. Við erum með starfsemi í 24 löndum og bjóðum upp á siglingar, flutningaskipa til og frá Íslandi og Færeyjum til Evrópu. Og við erum með 6 starfsvæði á landsbyggðinni hér á Íslandi. En flutningar og flutningatengd þjónusta, hvað þýðir það fyrir þig? Hvað þýðir það fyrir ykkur? Bara stuttaskýringin er svo að við erum mikilvægur aðili þegar kemur að vöruframboði á Íslandi. Við sjáum til dæmis til þess að þegar þú ferð út í búð, þá getur þú keypt þér Sirius-pakka þegar þú þarft á honum að halda. Þetta er svona stuttaskýringin. Mér langaði að bjóða ykkur til okkar hjá Samskipum og ég ætlaði að sýna ykkur höfuðstöðvarnar okkar í Reykjavík. Ég ætlaði að bjóða ykkur að kíkja inn. Við leggjum mikla áherslu á gott vinnuumhverfi, aðbúnað og öryggi starfsmanna okkar, það skiptir okkur miklu máli. Við tryggjum að starfsmenn okkar geti sinnt störfum sínum af alúð og hafi þau tæki og tól sem þarf til. Öðruvísi náum við ekki árangur. Við fluttum í núverandi húsnæði okkar sem við erum í núna árið 2005 og teljum okkur hafa upp á að bjóða fyrirmyndar vinnuaðstöðu. Við erum með glæsilegan veitingasal, við erum með íþróttaaðstöðu, bjóðum starfsmönnum upp á það, við erum með barnaherbergi til dæmis, þar sem börn starfsmanni geta dvalið skamman tíma ef á þarf að halda og þetta eru svona innviðirnir í okkar starfsemi hér í Kjalavoginum. En stóra myndin er, starfsmennirnir okkar út allan heim eru 1300. Þar af erum við með 500 á Íslandi. Hjá okkur starfa áhafnir á skipum, bifreiðastjórar sem sjá að keyra vörurnar á þá staði sem óskað er eftir. Við erum með kranastjóra sem að lesta og afferma skipin okkar. Við erum með hafnastarfsmenn sem vinna við losun og lestun skipa og sinna umsvifum okkar á hafnastæðinu. Og við erum með fjölmarga starfsmenn í vöruhúsunum okkar sem einnig sjá afgreiðslu til viðskiptavina og svo erum við starfsmenn í skrifstofustörfum. En saman þá myndum við eina heild og vinnum afar skilvirkt saman. Samskipafólki okkar á Íslandi, eins og ég sagði áðan, eru 500 manns. Þar erum við með 80% karla og 20% konur. Aldursbil starfsmannanna er frá svona 18 til 75 ára og við erum af 17 þjóðernum. Við tökum inn sumarstarfsmenn í sumar til að leysa okkar föstu starfsmenn á Hólmi og það verða 80 sumarstarfsmenn sem að koma til liðs við okkur í sumar. Og þessi sumarstarfsmenn eru flestir svona aldrinum 18 til 25 ára á báðum kynjum.
En eins og ég sagði, það sem aðgreinir okkur mögulega frá öðrum fyrirtækjum á íslenskum vinnumarkaði að við erum frá 17 þjóðlöndum. Íslendingar eru í miklu meirihluta, en einnig erum við með fjölmarga starfsmenn frá Póllandi. Það 6% starfsmennum okkar frá Póllandi og við erum með 4% starfsmanna til dæmis frá Tælandi. Við erum með frábæra einstaklingar frá Austurríki, Bosníu-Hersegóvínu heitir það, Bandaríkjunum, Búlgaríu, Frakklandi, Marokkó, Portúgal, svo eitthvað sé nefnt. En varðandi breiddina og fjölbreytnina þá hérna gaman að segja frá því að sumarstarfsmennirnir okkar eru flestir á aldrinum 18 til 75 ára, eins og ég sagði áðan. En það einn sumarstarfsmaður sem sker sig úr hjá okkur í ár. Hann sko 72 ára gamall. Þannig að breiddin mikil. En það sem við veltum fyrir okkur í þessu samhengi, skiptir þessi fjölbreytningu máli? Þessi fjölbreytning kannski bara, þetta bara ves? Mér langar að kynna fyrir ykkur náinn samstarfsmann minn og starfsmann í mannauðsdeild Samskipa, hana Adríönu. Hún hefur starfað hjá okkur í nokkur ár, gríðarlega flink og fær ung kona, vel menntuð og afskaplega fær í mannlegum samskiptum. Og mér langar að bjóða henni að ganga hérna í pontu og hann langar að segja við ykkur nokkur orð. Szanowni Państwo, to jest mój zaszczyt mówić tutaj o wielkokulturalność i czy to ma znaczenie. Przyjechałam do Islandii w 1992 roku i bardzo dobrze przestawiłam się do islandzkiej kultury. A mimo wszystko spleciony we mnie jest Polak, który w rzeczywistości wybiera od czasu do czasu, czy jestem Polakiem, czy nie. Og miðað við andlitin á ykkur þá skildum ekki neitt. En þetta fjölbreytni og hún ekki endilega augljós. Og það kann að koma upp mál þar sem skilningur á milli manna ekki sá sami. Það hins vegar ekki bara tungumálið sem kann að vefjast fyrir mönnum, heldur getur fjölbreytni einnig verið hulin. Ólíkar hefðir, trúarbrögð og gildi geta leitt til lakara afkasta, dregið úr skilvirkni og þeim markmiðum sem Samskip að stefna að. Á mannauðsdeildinni og hjá Samskipum skiptir það máli að við vinnum sem heild og því mikilvægt fyrir okkur að leggja okkur fram við að brúa bilið milli menningarlega fjölbreytni til þess að skapa gott vinnuumhverfi þar sem öll líður vel í vinnunni og allir stefna í sömu átt. Það því óhætt að segja að til að mæta þessum áskoranum innsýn okkar inn í ólíkan heim, menningarheim, greinilega kostur fyrir Samskip. En okkur langar að sýna ykkur smá svona myndir þar sem í okkar huga myndirnar einfaldar en þeir segja ekki alla söguna. Hér þeir dugnaðarforkar Pavel, Daniel, Adam, Patricius og Arkadius. Þeir í gæðastund með honum Dominik sem franskur. Og fyrir utan þetta augljósa sem þið sjáu á myndinni það sem sést ekki að þeir deila ekki sömu trúarskoðunum. Og þrátt fyrir ólíkan bakgrunn hafa þeir unnið lengi saman og haldið þéttum hópi. Og því spyr ég, fjölbreytileiki því vesen? Eitt af okkar grunngildum samheldni og því óhætt að fullyrða verkstjóra okkar sem má sjá á þessari mynd með þeim samheldnari hópum sem starfa hjá okkur. Það sem sést ekki á þessari mynd að Hensi frá Færeyjum, Michał frá Póllandi og Kjartan íslenskur. En sá menningarlegu mismunur hindrar þá ekki til að ná frábærum árangri. Og því spyr ég, fjölbreytileiki vesen? Gunnar frá Vietnam, hann hefur starfað hjá okkur í 40 ár. Hann síbrosandi og harðduglegur starfsmaður. Það sem sést ekki á þessari mynd að íslenska hans takmörkuð og verkstjóri hans frá Færeyjum. En það hefur ekki dregið úr ánægju hans af starfinu sínu og þeim miklum afköstum.
Og enn og aftur spyr ég, fjölbreytileiki því vesen? Takk, Adríana. Eins og ég sagði áðan, þá er þetta samskipum algjörlega ómetanlegt. Að hafa fjölbreytileikan í fyrirrúmi, fjölbreytta þekkingu, viðhorf, mismunandi trúarskoðanir. Þetta skiptir okkur alveg gríðarlega miklu máli og af hverju skiptir þetta máli? Ég ætla að útskýra það fyrir ykkur síðar. En við bjóðum starfsmönnum okkar sem ekki tala íslensku upp á íslenskunámskeið. Og það hefur skilað okkur gríðarlega góðum árangri. Og oft tölum við saman á íslensku og enskan er svo sem líka mikið töluð, segi það ekki. En sumir starfsmenn eru búin að ná ágæti færni í íslenskunni og beita henni dagsdaglega. Ég til dæmis í mötuneytinu daginn og er að spjalla við starfsmenn sem eru að erlendu bergi brotin og er bara alveg ágætur í íslensku. Og spyr bara svona eins og gengur og spyr bara svona hvernig líður? Það segir, já, mér líður bara ágætlega, sko, ég er með alnæmi. Góður, þú er með alnæmi. Og við 1000 hugsanir flugu gegnum hugan í þessu góður. Ég hlýt að fyrir að bregðast við svona einhvern nátt sem mannustjóri náttúrulega. Við þurfum að setja einhverja ferla og eitthvað slíkt í gang. Og eftir allar þessar hugsanir þjóti gegnum hugan, þá velti maður fyrir sér hvað getur maður gert, og þannig ég ákvað að spyrja nánar hvað hvað þetta snúist. Og hefur haft þetta lengi? Já, ég hef alltaf verið með alnæmi fyrir sveppum, sko. Þannig að alnæmi, ofnæmi, það getur verið ákveðið misskilningur, en sem er oft skondinn og skemmtilegur og kemur okkur endalaust á óvart svona í daglega lífinu. Og en þetta skilar okkur gríðarlega miklu, ég svo sem fleiri dæmi líka. Við erum með starfsmann frá Færeyjum, hún heitir Hensia og hún er að spjalla í matsalnum við kollega sína og færeyskan og íslenskan eru bara töluvert lík tungumál og mörg orðin eru eins og hún er henni er mjög tíðrætt það í matsalnum að hún sé svo slæm í spönginni. Hún er mjög slæm í spönginni og hún lýsir því fjálglega hvernig hún þarf að liðka spöngina og þarf að bera á hana laxerolíu og sveigja hana og beygja til að svona verða betri. Og samstarfsfólkinu þótti þetta umræðum bara frekar óþægilegt. Og þetta var eiginlega too much information, sko. Þá getur þetta komið í ljós að spöngin, er hásinn á færeysku. Þannig hún var raunverulega slæm í fætinum, sko. Þannig það er margt svona sem hefur ber á góma í svona daglegu lífi hjá okkur, svona bara venjulegu dagur í höfuðstofunum eins og það stendur. Og líka atriði sem við höfum rekið okkur á að í fjölmörgum löndum er gert ráð fyrir mjög skýrri verkaskiptingu. Gaman að heyra þegar Gylfi kom inn á þetta áðan að það er gríðarlega ólíkt hvernig við upplifum hvernig verkaskipting á að vera. Og virðing fyrir yfirmönnum og umboð þeirra til stjórnunar er óumdeilt hjá ákveðnum þjóðum. Íslendingar ekkert svona formlegir. Og þegar óformlegheit okkar Íslendinga mæta þessum kröfum formlegheit, það knýr okkur kannski til þess knýr okkur til að vera með skarpara verklag og að mörg verkaskiptingar þurfa að vera formlegri. Og við þurfum að læra af þessu. Oft þetta ekkert mjög sýnilegt og maður þarf stundum svolítið að þreifa á þessu til að átta sig á því hvað mögulega er vandamálið. Að starfsmaður sem er erlendu bergi brotin kemur inn í ákveðinn hóp og ætlar að vinna með hópi fólks og hann er að fá skipanir frá vinnufélaga sínu. Og hann upplifir þetta sem mjög móðgandi. Hann er ekki tilbúinn að vinnufélaga sem er jafningjas í starfi síðan segja hann fyrir störf, sem fyrir verkum. Þannig að þessi atriði að valda okkur oft svona svolítum, við getum kallað þetta menningarlegan mun eða menningarlegan ágreining. Og skiptir máli hvort að yfirmaður kallið að kona. Það getur gert það. Í sumum tilfellum þá við höfum hort upp á það að ákveðnir starfsmenn og ákveðnir þjóðerni eru ekki tilbúnir til að sætta sig við að yfirmaður eins og kona, til að taka dæmi. Þannig það eru mörg svona dæmi í daglega lífinu sem við erum að rekast á og við þurfum að eiga við og vera svolítið vakandi fyrir að við þurfum mjög að bregðast við.
Annað dæmi, þú ert að labba inn í vinnuna en gangin í vinnunni og þú ætlar að opna hurð og halda henni opinni fyrir næsta sem kemur á eftir. Þetta er eðlilegt, ekki satt, við gerum þetta öll. Ef að sá sem kemur á eftir er karlmaður og miðjum aldrei á pólskum uppruna, ekki reyna þetta. Ekki reyna þetta. Það endar í slagsmálum hurðina. Hann er ekki tilbúinn að leyfa hér út kona að halda hurðinni opinni fyrir sig. Það er planið. Þannig að við þurfum að hafa þetta allt í huga þegar við erum að velta fyrir okkur fjölbreytileikanum hjá okkur á Samskipum. En það er styrkur okkar að hafa á að skipa svona fjölbreyttan starfsmannahópi, svo sannarlega. Og svona fjölbreyttur starfsmannahópur, hann laðar að aðra hæfa einstaklinga sem hafa áhuga á að vinna í fjölbreyttu umhverfi. Þetta eykur okkur víðsýni og við erum betur í stakk búin að takast á við fjölbreytt verkefni, svo sannarlega. Við lærum hvort á öðru og við erum umburðarlyndari gagnvart mismunandi sjónarmiðum og lífsviðhorfum og þannig erum við betur í stakk búin að vinna með mismunandi fyrirtækjum og einstaklingum á ólíkum verkefnum. Ég vil meina þetta styrki samkeppnisstöðu okkar og við tel að við höfum tilengað okkur lausnamiðaða hugsun og tilengað okkur það í öllum okkar störfum, ekki síst vegna þessarar fjölbreytni sem er innan okkar raða. Og það er okkar mat að árangur og samkeppnishæfni fyrirtækja, það byggist á getu og hæfni starfsmanna til að takast á við fjölbreytt verkefni. Einsleitur hópur starfsmanna getur orðið til þess að fyrirtæki missi mögulega af tækifærum sem felast í því að samþætta hæfni ólíkra einstaklinga og þar með bara mögulega viðskiptum þeim tengdum. Og fjölbreytni er lykill til framfara í fyrirtækjum og hann hefur allavega skilað okkur hjá Samskipum ómetanlegum verðmætum sem felast í þekkingu og hæfni allra starfsmanna okkar. Takk ykkur á þetta.